Eyjó, sigur hérna í Hveragerði, fyrstu viðbrögð? Bara mjög stoltur af KF Nation. Bara búið að vanta svolítið upp á hjá okkur síðustu leikjum. Bara þessi andi sem KF Nation býr oft yfir. Þannig að ég var ánægður með að sjá spiritið koma aftur hjá drengjunum og ég reyndi að gera mitt á mörkum. Þú þjálfari í dag, hvar er aðalþjálfari? Herru, hann er veikur heima, Jeri. Ég sendi bara batakveðu Jeri. Já. Þið eru 10 stigum undir í hálfleik. Hvað fer fram í hálfleik? Hvað er eitthvað áherslu? Það var bara þessi eldræða sem hér. Nei, ég er að sjóka. Það var bara, menn voru bara ósáttir hvernig þau voru að spila og við töluðum bara að gera betur í seinni. Og við byrjum sterkt seinni hálfleikin sem gefur okkur góðan bara eldmót og bara, hélt bara sá eldmóðar áfram á leikinn. Hamarsliðið með 3 erlenda atvinnumenn, KF ekki neitt. Hvað segir þetta þína menn? Það hefur oft verið í leikjum hjá okkur sem við spilum með svolítið erlendum mönnum en við erum með góða heimastráka og Hamarsmenn kannski ekki með einskóða þó þessu margir ágæti spilarar en við erum ekkert verri spilarar en þó að þeir séu útlenskir. Þannig að þetta eru strákar sem eru búin að fara upp KR skólan, Ójans skólan, Finn skólan, Finn Frey og bara mjög góði spilarar þó þeir séu ekki að spila. Þetta eru leikmenn að þeir myndi taka þessu alvarlega. Það væri að spila á miklu hærri level. Munum við sjá þig eitthvað á gólfinu í vetur? Já, ég er að stefna því. Ég er svona fyrsta skipti núna í 7 ár með liður ágætlega, þannig að ég ætla að reyna að ná eftir áramót. Og síðasta, þið vissu hérna af innbyrðis. Hversu mikilvægt er að ná innbyrðis líka? Við erum bara jöfn. Við erum 2, annarkvort 2 með 4 og þá núna, þannig að sjáum hvað stendur. Ég held að líkurnar ekki miklar að muni skipta máli en það getur aldrei að vita. Já, takk fyrir.